Fingrastöfun er hluti af táknmálinu. Það er notað til dæmis þegar maður er með sérnöfn eða ný hugtök, þá þarf maður að stafa þau. Ef ég hitti heyrandi manneskju, þá byrjaði ég að stafa nafni mitt, Kolbrún, og segi svo táknið mitt, Kolbrún. Þegar tveir döff hittast og spjalla saman á táknmáli, þá stafar ekki allt sem ég segja, þeir nota bara tákn. En ef það eru ný orð eða hugtök, þá eru þau stöfuð. Þegar þú ert að stafa, þá ert að passa hvar þú hefur hendina, ekki allt of hátt eða langt út til hliðana. Bara hafa hana við hliðina á þér. Þeir sem eru að læra táknmál í fyrsta skipti, þeir stafa oft þannig að eru með hendurnar út um allt, en með tímanum þá venst að hafa hendina svona við hliðina á sér meðan maður stafar. Geturðu hermt eftir mér? Ari.